Góðan daginn, og verið velkomin í spjallið með okkur. Gestur dagsins Hreiðar Már Hermansson, forstjóri Eikar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu? Bara yndislegt, en þú? Jú, bara gott, takk. Þið voru að skila uppgjöru í gær. Við erum að taka upp á 5. degi. Nei, fyrir 2 dögum, fyrir ekki. Þannig að við ætlum svona aðeins fara yfir uppgjörið og að ræða bæði félagið og markaðina aðeins. En kannski þú bara byrjar aðeins að segja okkur svona frá þér og hvað þú kemur og hvernig þú endar í þessu starfi. Já, bara Reykjavíkingur, þú veist, alveg upp á Fossvoginum og er í háskóla í Danmörku. Ég var heppinn, þú veist, danski háskólinn var með svona áherslu á work placements. Ég byrjaði 21 árs hjá Kaupþingi. Mínu fyrstu vinnu vanskilum og gjaldþrotum. Já. Mjög áhugavert. Klára nám í Bretlandi, mastersnám í fjármálum og laganám til viðbótar við það. Englandi. Vinn í hús, svona prípakk gjaldþrotum í Bretlandi. Merkilegt oft, þú veist, við komum inn í árið 2009, þú veist, með bara ágætt reynslu í distressed credit. Allt er mjög verðmæt þekking að hafa. 2009 fyrir að vinna hjá þrotabúi eins og fullu bönkunum okkar. Ágætt reynsla. Eitt leður og öðru fyrir eignastýringunni á Vís. Það er nokkur ár. Við settum Arion banka. Það er nokkur ár. Það sé hann hjá Eik, sko. Já. Og hvernig leggst þetta starf í þig? Er þetta spennandi og er þetta jafn spennandi og áttir von á? Og það er öðruvísi spennandi, sko. Það var gaman að forstjóri fyrirtækis með mikið slagkraft haft greiðlega áhrif á samfélagi sem við búum í. Já, einhver teljandi áhrif á samfélagi sem við búum í. Jón Samúelsson talaði að yrkja í steypu. Þegar hann að steypa fyrstu húsin á Íslandi og gaman að geta leggja þetta mörgum í því að yrkja í steypu, sko. Þú veist, líka, það er bara mörg hundruð heimili, þú sem reyða sig á greiðslu frá Eik á hverjum einasta degi, ekki bara starfsmennir okkar, heldur verktakar sem vinna fyrir okkur, hluthafafundur okkar, þeir sem að stóla á iðgjöld frá lífeyrissjóðum, eða laun frá sveitarfélögum, við erum eitt stærsti skattgreiðandi höfuðborgarsvæðisins. Já, til sveitarfélaganna. Þannig að það er bara fullt af fólki, þú sem stólar á greiðslu frá okkur og án þess eitthvað að gera lítið úr því, þú veist, en þá þetta er örugglega aðeins öðruvísi, heldur að minna að þú varst yfir fyrirtækjaráðgjöf Arion banka áður en þú fórst í þetta, og vantarlega verið svona kannski, meiri hasaðar eða svona eins meiri læti í því heldur en þess að þetta gera núna. Og ekki, sko, þú veist, meira skilurðu. Þetta er meira þolinmæðisgeim, meiri ægi sem þarf, þú veist ekki það þurfti ekki að aga hjá Arion banka, bara hvert á móti. Þetta er ægi og þetta er þolinmæðisgeim og þetta er bara alvöru langgeim spila. Ákveðnar breytingar sem við erum að ná fram í rekstri Eikar, það sem fyrir reynsla bara hjálpar rosalega vel. En jú, þetta er minni atgangur, en það eru meiri afleiðingar á ákvörðunum. Þú veist, þannig að undirbúningurinn eðli málsins samkvæmt er lengri, meiri, heldur en sumt allan svo ekki. Já, en hvað svona þú spólar hans tilbaka og setur því spór, sko, Hreiðars áður en kemur inn og svo í dag, þú veist, hvað hefur komið mest á óvart svona eftir að þú ert komin inn og svona búin að setja betur inn í þetta? Fyrst sem þetta í hug vill ég líka segja. Ok.
en ég er búinn að átta mig á nokkur hlutum sem við erum búin að laga. Já, já. Ég var aðeins lengi að fatta það, kannski, en þegar við föttuðum það þá tekið á því og laga það. Snýra innviðum félagsins. Við ekki verið með. En það er bara komið á þann kjöl sem ég vill. Ok. Svo mér af. Já. Ekki að vera eitthvað stórkostlega að, en það Nei. svona já. En þú veist, heilt yfir var Eik sem ég tók við bara mjög gott fyrirtæki. Já. Vel að flott eignasafn, drift, fínt eignasafn, ákveðna áherslu kannski í skrifstofuútlegu sem ég vil breyta. Fjármögnunin hún var bara mjög fínu farvegi, en nýjar áherslur við viljum marka félagið með lengri tíma. Við erum kannski farnir að fara inn að hugsa Eik til áratuga. Við erum ekki tækifæri sinni með lokuð útboð skuldabréf. Gáfu út útgáfa áætlun, fyrst fyrirtækja núna áramótin seinustu. Bara fyllt henni. Fyrir ás að við ætlum að vera með 8 skuldabréf útboð. Halda 5 á dögunum sem sögðust að ætla að gera það. 3 eftir. Áramót. Gengi vel. 15 milljarða í þessu 5 útboðum. Skuldabréf, funding megin, bara ágætis trekki. Eigna megin, þú veist, þá höfum við verið að selja út eignir, við höfum verið að kaupa eignir. Kaupin eignir, samkvæmt nýri strategíu, þú veist, triple net, það 3 leigusamningar. Ítt íslenskt orð sem við viljum. Já. Triple net samningar, gefur okkur skala, lækkar ekstra kostnað. Við erum að þrengja hana nóagang, við viljum kalla það, mismunum að tekjum og nóa, þrengjum nóahlutfallin okkar. Sem að því eru raunum bara hærri, þeir eru að hækka framleiða hlutfallið. Já. Við erum bara að reyna að pressa upp eins og við getum. Það er eitthvað sem við ætlum að halda áfram að gera. Við erum mjög krítísk á eignasafnið. Við erum svo drífa okkur, líka krítísk á skuldirnar okkar. Við viljum lengja duration á skuldabréfunum okkar. Draga úr endur fjármögnunar og endur greiðslu áhættufélags. Já. Við erum að gefa út lengstu skuldabréf kaupallarinnar. Gefa út kannski 5-7% af heildarskuldum á hverju ári. Verður strategían okkar, strategían okkar og verður strategían okkar í löngu skuldabréfum. Við munum svona reyna að dollar cost averagea okkur yfir langan tíma. Löngu raunvöxtu. Við viljum bara ekki á einu tímapunkti vera háð skuldabréfamarkaði varðandi endurgreiðslu eða endur fjármögnun. Já. Skuldurum. Já, þetta er svona, margt sem komur á óvart þegar ég byrjaði flest jákvætt. Já. Langflest jákvætt. En það sem komur neikvætt á óvart tókum við bara á. Ekkert alvarlegt. Tókum bara á því. Bara gekk. Já. Ok. En eins og við komum inn á hann þá voru það að skila uppgjöri hérna fyrir 2 dögum á þriðjudaginn og bara sterkt uppgjör í samræmi við kannski áætlun, svona í efri mörkunum. Það sem afir ári vantarlega kannski fyrst og fremst brúti verðbólgan kannski verið aðeins hærri en menn gerir ráð fyrir, en svo hækkið ákveðna spána líka út af nýjum kaupum. Talandi hennan nóagang eða hérna hækka framleiðsluhlutfallið, þá meina EBITDA EBITDA hlutfallið er að hækka næst í 200 punkta á milli ára, þannig að það er greinilega eitthvað, er það fyrst og fremst bara kaupin á festingu eða er eitthvað annað? Nei, fyrst, það er kaupin á festingu sem var náttúrulega einskiptisliður í rekstrakostnaði fyrir kostunarskipti sem var alveg tjöng, sko. Já. En nei, þetta er bara, við erum að draga kostnaði, fyrst á stjórnunarkostnaði og öðrum tengdum kostnaði sem við höfum
stjórna á já, það kaupur og festing og hjálpa helling Já. topplínu taka náttúrulega líka eitthvað til sína kostnaði þetta aftur bara eitthvað sem við munum halda áfram að þrengja nógan sko. Við erum alveg einbeita á það sko. Já. Á kostnaði niður getum bara vera competitive í tekjusköpun sko. Gera góða langtíma leigusamninga bara við okkur kuna Já, ég meina talandi það, ef við grípum boltan þar, þeir eru með 20 ára leigusamning við festingu, eða voru með, sem þó kannski aðeins minna núna, voru að gera 20 ára leigusamning við Brynborg. Hvað er það, ef þú fengir að ráða, myndir þú vilja vera með 20 ára leigusamning við, kannski ekki alla, en flesta leigutaka, hvað er svona... Þú veist, bara þjóðurbættur reglan, þú veist, bara því stærra rýmið er, verðmætri leigusamningurinn er, í lengri verður samningurinn. Já. Við erum bara að leggja meira undir, kúnuna að leggja meira undir. Þannig að ef stefnun okkur á að verða, sko, úr stór hús, stóri leigutakar, þá er það líka langi leigusamningar. Við erum að leigu 30 fermetra skrifstofurými, ekki gera 20 ára samningu það. Þannig að bara því stærra og verðmætara sem rýmið er, að verð meira í lengri samningur. Já. Það er að kaupa, að tæpa 3 milljarða, 6 fyrir mig, hátir sem á 8, 20 ára samningur, bara fínt, sko. Það er svona, þetta að vera þjóðurbættar. Já, en kannski aðeins, þú talaður á hann, 3 leigusamninga. Já. Kannski getur útskýrt það aðeins, hvað eigið þið með því? 3 leigusamningur er þá þegar að viðskiptavinurinn tekur leigir okkur fasteign en greiðir sjálfur tryggingar eða það tryggingar þá að fasteignagjöldin og rekstrakostnað. Já. Þannig að þið berið engan rekstrakostnað, beinan af eigninni. Og rekstur og viðhald innan og utan og skilgreinu við, hvernig það er að fara í þakkið og hvernig það er að fara í einn ýmsa sem er umfram eitthvað reglulega verið en þér. Með þessu, ég meina, við getum átt bara mikið af fasteignum á triple net samningum, fríleigusamningu að tekjur af slíku samningum þetta beintir ég byrjum. Já. Þeir eru að þrengja nógaganginn bara hressilega, sko. Já. Við erum að módela þetta bara eftir reality income trust og New York Stock Exchange. Greiði mánaðarlegan arð og tekarinn. Þau er bara big box, single tenant. Já. Triple net samningar. Já. Allan heim. Já. Ég meina þetta þýðir, vantarlega, þá leigutakinn að taka á sig þennan kostnað sem að þú ert ekki að taka á þig. Þannig að leiga vantarlega eins lægri, en pælingin er það vantarlega svo, að þú kemst á hjá því að vera með minni yfirbyggingu, eða kemst upp með að vera með minni yfirbyggingu og svo framvegis sem það hefur annars þurft að vera með. Nákvæmlega. Nákvæmlega, sko. Þetta okkar sterku innviðum, þá við erum bara með uppsetninguna til þess að eiga tölvöld mikið magna svona fasteignum. Já. En hvað, er nógu mikið af svona fasteignum á Íslandi? Búin að kortleggja það? Nei, svo sem ekki, sko. Ég get ekki sagt að ég hafi kortleggja það. Nei. Nóg til að fasteignum. Já. Þannig, ég var búin að reikna þetta eftir maður. Það hilda fasteigna að atvinnuhúsnæðinu í Íslandi sé 1000 milljarðar við getum, ég held að við eigum 5%. Ég held að skráða fasteignafélaginu er 12% af, já, það var það. Skráða fasteignafélaginu er 4, eiga 11-12% af öllu atvinnuhúsnæði. Já. Þannig að það gerir við 3%, svona rafli, við getum breytað safnið okkar 30 sinnum, án þess að eignast sem fasteigna þetta 2 ár, sko. Já. Þannig að það er nóg til. Það er nóg til að fasteignum í Íslandi, sko. Já, ok. En talandum, þetta, bara í framhaldið þessu, að þeir eru með strategíu sem að
ég veit ekki hversu mikið þið hafi verið að hérna svona fara yfir hana opinberlega svona á uppgjörsfundum og svona, ég meina þið eru gagngert að selja frá okkur minni eignir sem að svona hvað að segja, sem að kannski ekki að passa inn í þessa starfrakamni. Þannig að þið eru svona, það einhver hreyfing á eignarsamninu. Það það hreyfing á eignarsamninu. Við seldum frá okkur við erum búin að selja frá okkur 2 byggingarlóðir í ár. Og þetta stæmi, við seljum Eyraveg á Selfossi byggingaverkefni, íbúðaverkefni. Við hljóðum Netto, eigum við pínt þróunarverkefni þar sem við breytum gömlu húsasmiðjunni yfir í Netto-verslun og Lyfjaval og fleiri merki sem eru þar inni. Og þróum síðan partalóðinni undir íbúðar. Við sáum bara fyrir okkur ekki binda okkar peninga í íbúðaverkefni nokkur ár. Við fengum bara fína pening fyrir byggingaréttinn. Seldum frá okkur atvinnuhús heimildir á Játnhálsi, minnihluta í 2-3 Guðlaugsbraut 20, minnum mig. Seldum frá okkur minnihluta í húsi, eða helmingshluti í húsi. Við viljum bara eiga heil hús. Við viljum ekki eiga sameign með öðrum. Nei, og það tengist þessum pælingum sem við erum að ræða með. Já, þú veist, hérna þetta bara sannleikurinn, sko. Við viljum bara ekki taka tillit til annarra. Hérna, við viljum bara eiga okkar eignir einn og stjórna þeim samkvæmt þörfum okkar og okkar viðskiptavina. Þú veist, það bara genuinely þannig, sko. Við viljum bara eiga okkar húsi einn og það óskilvirkni að vera í sameign með öðrum. Við eiga okkar. Ok. En svona, hvað maður segja, það kannski svona óhjákvæmilegu fylgifiskur þessara stefnu og þetta bara eins og sést með kaupunum að festingu að stærsti leigutækin fer úr, ég held að það veri í kringu 5% í kannski 15% á leigutækjum núna. Þú veist, hvað er festing 8% hjá okkur af heildartekjum. Já, ok, það og ekki það verið þarna. Já. Mér finnst ekkert að því, ég var alveg til í að vera bara með 1-5%, 1-8% að tekjunum okkar, bara minnst í kúnum vera 1% og stærsti 8, 9, þú veist. Hvað þýðir það, sko? Þetta þýðir að tekjunum árið 15 milljarðar, kannski 14 milljarðar leigutekjur. Því að það minnst sé að borga okkur 10 milljónir á mánuði í leigu. Já. Það er bara alveg fyrirtæki sem borga 10 milljónir á mánuði í leigu fyrir sitt húsnæði. Því að við erum með sophisticated gagnaðela, sterk fyrirtæki og það er bara það sem við viljum, sko. Við viljum einbytta okkur að mid-cap íslensku fyrirtæki. Mid- og large-cap fyrirtæki sem okkar gagnaðela, sko. Ég sé það bara sem styrkleika ef eitthvað er, sko. Vinna á móti og vera bara með konsentrerað portfóljó, sko. Það er hérna eftirsóknum eignum, þú veist, það er bara fínt. Já. En talandi það, menna, hvernig er svona atvinnuhúsnæðismarkaðurinn, það er að segja hvernig gengur að leigja út eignir? Er næg eftirspurn eftir eins og til dæmis skrifstofum og það er alveg, ég meina hvað er við, 95% útlegð. Netto útleigjendur á 3000 fermetrum á seinasta ársfjórðung. Sjá sterka spurn, sko, á okkur. En það hafa líka verið, við tökum við kannski búið þar sem var ágreiningur svolítið við kúnnan. Það er engin ágreiningur við kúnnan í dag. Við erum meðfjárfestar okkar viðskiptavina. Við horfum á bara kúnna sem okkar partner. Þeir eru okkar viðskiptavinir og við erum í mörgum tilfellum leggja bara til þetta verðmætasta sem fyrirtæki starfa inn með fasteign.
tökum það bara svolítið alvarlega. Við lítum á okkur sem meðferðarstað. Við erum ekki leigusæli sem er bara að ekstrakta peninga út úr kúnnanum, sko. Eða leigutakanum. Nei. Tölum ekki neitt sem leigutakar. Nei. Þetta okkar viðskiptavinir. Viðhorfið gagnvart viðskiptavinum er bara mjög jákvætt hjá okkar starfsfólki. Og viðskiptavinir upplifið það. Væntir nýir viðskiptavinir upplifið það, þú veist, að þessi vel tekja á móti spurði þetta húsum á. Já, en hvað, svona, ef maður reynum að skyggnast svona aðeins inn í framtíðina og það er svona, þetta er svona kannski komið í bylgjum, þetta er náttúrulega jókst eftir COVID, svona þetta vinnað heiman. Á tímabili voru, ég heldur margir að skrifstofum myndi bara loknast út af, sko. Svo er svona einhverjar væringar núna með gervigreindina og þetta muni fækka skrifstofustörfum og svo framvegis, en þú veist, hvernig, þú veist, kannski tvíþætt, þú veist, annars vegar bara hvernig horfir skrifstofumarkaðurinn í heild, þú veist, við þér svona til lengri tíma, þú veist, hvernig sér þessu þróun fyrir þér, og hitt, þú veist, ef að eitthvað svona raungerist að vera minni eftirspurn eftir skrifstofum, þú veist, hvaða tækifæri væri í, þú veist, að væri þetta endurnýta að nýta þetta í eitthvað annað, eða hvernig sér það fyrir þér? Og mín sýn er yfirleitt að því meira sem heimurinn breytist, því meira er hann bara eins. Já. Maður er manns gaman, bara við hitta annað fólk. En að því sögðu, þú veist, við erum að sjá alveg breytingu, sko, við skrifstofuhúsnæði, kannski ekki, ég ætla ekki að segja eldra skrifstofuhúsnæði, en sumt skrifstofuhúsnæði hjá okkur erum við að sjá breytingu yfir í medical kjarna. Við erum að sjá meiri heilbrigðisþjónustu, enga heilbrigðisþjónustu, sömu skrifstofubyggingum. Sjá breytingar þeim byggingum yfir í medical kjarna, mjög spennandi. Sýnir fasteign í Borgartúni eða túnunum sem við eigum að vera sterkri leið þangað. Fallet hús í Kópavogi, Hjartaverndarhúsið, orðin að mjög sterkum medical kjarna hjá okkur. Við beinum bara medical fyrirtækja minn. Já. Ég tók hálfan dag heima í COVID. Já, þetta er ekki fyrir alla. Nei, þannig að ég er svo þröngsýnn, ég held alltaf bara allir sé eins og ég, sko. Vonandi ekki raunin. Nei. Ég held, þú veist, að fólk alltaf eins og ég nota gervigreindina, þá er ég bara skilvirkari. Það gervigreind sé ekki að fara að taka mikið á störfum, ekki frekar en, þú veist, færibandi tók skófluna verkamannunum, sko. Hérna mun bara gera okkur skilvirkari og nýstörmunum bara til, sko. Já. Meiri sérhæfing bara í starfsfólki. Skrifstofum að fyrir áfram í búð og það hvert er ennþá verið umferðinni, sko. Gervigreindir til og að vinna heimann, sko. Já, ok. En hérna kannski bara aðeins verðtrygginguna. Ég meina, nú skuldið þið meira minna bara allt, held ég, verðtryggt. 20%. Já. Langflesti leigusamningar verðtryggðir. Já, þú veist, hvernig, þú veist, meina, hvað maður að segja, þú veist, er verðbólgan jákvæð fyrir ykkur? Þú veist, ef þú fengir ráða, myndirðu fyrir ekki að vilja hafa bara, þú veist, hóflega verðbólgu, þú veist, vera með óverðtryggðan efnahagsreikning, þú veist, óverðtryggða leigusamninga, þú veist, eða hvernig horfir á það? Þú veist, hvað er kjarni máls, sko, þú veist, kjarni máls er bara fyrirsjáanleiki, tekjum á kostnaði. Verðtryggð króna gefur fyrirsjáanleikan. Íslenskir lífeyrissjóðir eða skuldbærir fjárfestar treysta sér að kaupa 40 ára bréf í verðtryggðum krónum, ekki óverðtryggðum. Við treystum okkur að gera 20 ára samning í verðtryggðum krónum en ekki óverðtryggðum. Ég held að við myndum færa okkur yfir nafnvaxta módel, þá
bara sé hvað í gangi í Svíþjóð þar sem að skuldir fastræðfélagi eru kannski 3 ár. Já. Við erum að fasta tímabil kannski í 6 mánuði. Já. Bara leiðandi skuldafélagin bara 30% efnahægir. Tilherrandi læri ávöxtun eiginfjár og hugsanlega bara hærri leigu til atvinnuhúsnæðis eða kröfu á leigu atvinnuhúsnæðis í þeim löndum. Já. Ja, okkur líður ágætlega með verðtryggðar okkur líður ágætlega að skulda þetta verðtryggðar á móti verðtryggðum eignum og tekjum. Eða úr verðtryggðum tekjum síðast yfir verðtryggðar eignir tekst okkur líka úr því að sýnta yfir tíma okkur tekst að koma eignum aftur í vinnu á sambærilegum verðum eða sömu verðum eða herri verðum þegar við erum að skipta viðskiptavinni í húsunum okkar. Það bara skipta máli sko. Við bara skipta máli að geta boðið upp á þessa samfellu sko. Það sem að við búið langleigusamninga, erum með langa fjármögnun og erum með fyrirsjáanlegt sjóðstreymi lengri tíma út í reikningum okkar. Myndi ég vilja það í nafn fyrirkomulagi hugsanlega, já, ég myndi vilja það í nafn fyrirkomulagi, en ég veit hins vegar að það væri alltaf hækkanir og leigu yfir tíman sko. Já. Leigusamningarnir eru þau líklegast verðtryggðir samt. Já. Þannig að já, ég veit það væri bara einhver föst hækkun inni í staðan fyrir að vera tengdu við vísitölu neysluverðs, þú veist. Já. Ég hef lesið leigusamninga í dönskum krónum að segja bara að við hækkum alltaf 24%. Já, það er eitthvað svipað í Svíþjóð. Ég held að verðtryggingin sem slík er ekkert slæm, þú veist, króna sem mynt, þú veist, króna sem mynt, hún er ekki að, ég áttum á að það er hérna kostningar evru. Já, við erum ekki að breyta þessu í. Við erum ekki að breyta upp á því, ég er bara að segja, þú veist, það er út verið að tala Bitcoin og þessi Bitcoin sé gjaldmiðill. Man spyrir, ok, en þú ert tilbúið að verðleggja afhendingu og þjónustu af vöru eftir x tíma í Bitcoin, þá er yfirleitt svarið nei, sko. Já. Þá held ég að sé ekki gjaldmiðill. Ég veit ekki hvað lífeyrissjóðir eða aðrir verið tilbúið til að verðleggja afhendingu vöru og þjónustu eða vöxtum í langa tíma fram í tíman nafn. En ég veit þeir eru tilbúin í það 40 ár raun. Já. Mér líður vel með það. Veist það gott. Það er rosalega styrkleiki í þetta samfélag. Já. Það séu með langt við fjárfesta raunverulega í kerfinu okkar. Ég hef aldrei heyrt umræðu fórnarkostnaðinn við það, þú veist, að missa viljan til langtíma fjárfestingar. Já. Mér finnst það alveg svona að vera food for thought. Já, við svo sem botnum það samræði ekki hér, sko. Það er að bíða betri tíma. Sko, hvernig hafið þið metið endurstofnsverð á eignarsamningar? Þú veist, eru með einhverja tilfinningu fyrir, þú veist, hvað myndi kosta að byggja eignarsamning í dag? Gert það, sko. Já. Nei. Er ekki eitthvað svona vátringamat? Jú, það er eitthvað brunabútamat og eitthvað svoleiðis, sko. Nei, maður bara stundum velti fyrir sér, þú veist, hvernig hvað það myndi kosta að það er örgulega miklu herra heldur en örgulega mun herra heldur en bókaraverðið á eignunum, sko. Já, það er allan á potið herra en matmarkaðarins. Já, potið, sko. Ég ætla ekki að tjá mig það, en Nei, ég skal bara tjá mig það. En það talaðu markaðin, þú veist, nú erum við með 4 skráð fasteignafélög á markaði. Þú veist, á ekki stærri markaði en Ísland. Hvernig horfir það við þér að vera með, þú veist, að það séu, þú veist, svo eru fleiri félög en við erum með 4 sem er skráð markað. Þú veist, að vera með svona mörg félög á ekki stærri markaði en þetta, þú veist, náttúrulega voru þreifingar í gangi á sínum tíma sem að þú svo sem hafðir ekkert með að gera með mögulega samruna heima og ykkar og svo leiðis, ég meina, hvernig sagði þú tækifæri í því að þetta væru færri félög með meiri skalanleika sem er náttúrulega í rauninni það sem þið eru að gera, þú veist, eða er betra að hafa fleiri félög? Þú veist, augljóst að getur verið mjög gott að
við erum með stóran eignastapa, skalinn kemur sko út úr eigna samsetningur en ekki stærð efnarsins. Já. Ef maður væri bara með 1000 milljarða eða 100 milljarða af 30 fermetra skurðstofeiningum, þá bara tekur það til sér endalaus á kostnað. Ef maður væri með 100-200 milljarða af vöruhúsum á fríleigusamningum, þá held ég að það væri fýtt business sko. Já. Þannig að skalinn kemur annars vegar frá stærð félagsins og hins vegar frá eignarsamsetningunni, en eru takmarkandi þættir bara eins og fjárfestingar heimildir lífeyrissjóðanna í einu tilteknu nafni. Já. Ef fasteignafélagi yrði mjög stórt, þá væri svolítið erfiðara fjármagna það bara á markaði. Já. Það ekki til sem meira fjármagn út af áhættustýringu og áhættustýringa viðmið lífeyrissjóða. Já. Það er Og hlustendum til upplýsinga, þú veist, þá náttúrulega á það, þú veist, við erum náttúrulega fyrst og fremst að tala um hlutabréf, en það náttúrulega á líka við skuldarhliðina sem er kannski meira takmarkandi, sko. Já, einmitt. Kannski við tala einna cross purposes, sko, en ég er að hugsa þetta sem total efnarsreikning, fjármögnu efnarsreikning. Já, þannig að þú veist, ég finnst ekki eitthvað augljóst svar. Nei. Við einfaldri spurningu, sko. Hvað ætlum við að gera? Það eru hlutáðan okkar að ákveða hvort við ætlum að sameinast einhverjum. Og það er okkar, það er mitt hlutverk er fyrst og fremst reksturinn, og svo partur af reksturinn sem ég get skalað er með einföldun eignasafni og vera með einsleitt eignasafn og vera með einfalda byggingar sem við erum helst bara með einn leigutaka í sem séum allar rekstur. Já. Þannig að ég myndi vilja nálgast skalanleikun okkar þimmi og svo kaldur hún hefur gert frábælega. Mikið hrós til stjórnanda þar þeirra sem hafa leitt á strategíu. Það er bara virkilega vel gert. Við viljum gjarnan við erum að feta þá leið sko. Já. Ok, en svona í framhaldi af þessu, nú eru félögin svona almennt séð að mínum að þetta allavega undirverðlögð á markaði og ég er ekki að fara að biðja að tjá þig það, en þú veist, hvað er maður veltir fyrir sér, þú veist, þegar staðan er þannig til svona langs tíma, þú veist, á markaði, þú veist, bara hver er tilgangurinn með að vera skráður á markað, þú veist, og þú veist, er það að þjóna einhverjum tilgangi ef að félögin eru alltaf, þú veist, bara eins og í tilfelli ykkar, þú veist, metin undir, þú veist, price book er töluvert undir einum, skilur, er þá þjónar skráningin þá einhverjum tilgangi? Þú veist, myndir þú kaupa fasteign með bréfunum ykkar í dag? Þetta eru nokkra spurningar í einni. Já. Þetta er já-nei spurning. Sko, þetta eru nokkra spurningar í einni. Og ef við byrjum bara á byrjuninni, akkur skráð, við erum ekki tíma, kannski ekki borgarsjóður skráð, ég veit ekki til þess að Eika á nokkuð tíma borga nokkuð með bréfunum sinum, eða nýtt skráninguna, hlutabréfaskráninguna svona í eitthvað. Ég myndi vilja hugsa þetta bara með aðeins lengri tímaramma. Það er bara ákveðin, það er bara verðmæti fólkir í því, þú veist, að hleypa samfélaginu með í vegferðina sína og við ætlum bara að vera skráð í kaupall. Bæði með hlutabréfun okkar og skuldabréfun okkar. Ég hef ekki heyrt neitt annað, heldur bara almenna ánægð þrátt fyrir kostnaðinn sem fylgir skráningunni. Við munum nota bréfun okkar á einhverju tímapunkti sem gaggjald upp á fasteign. Varðandi verðlagningu bréfanna, þá myndi ég bara vilja nálgast þetta út frá sjóðstreymi. Maður getur sagt allt sem maður vill hlutabréfaverð. Við erum að tala um fasteignafélag, við erum að tala með þroskað fasteignafélag. Við borgum arð, handbæð fé frá rekstri í okkar móti markaðsvirði félagsins upp undir 11%. Já.
við borgum arð við 8% af markaðsvirði félagsins á hverju ári. Þá ætla ég bara að fá að leggja það í hendunar á verðbréfafjárfestum í Íslandi á hvaða verði, á hvað arðgreiðslu ávöxtun eða dividend yield'i á skráð fasteignafélag að vera á. Já. Það er 2%, 4%, 6%, þú veist, það er 12% eða 14%. Þú veist, eig fasteignafélag, við borgum arð. Við gerum það með fyrirsjáanlegum hætti. Við borgum 75% að lágmarki á handbæri fjárrekstri út sem arð. 1,1 krónu í fyrra. Ég sagði á kynningunni í gærmorgun, við ætlum að binda þannig, eða við ætlum að reyna það, að binda þannig hnútana að okkur takist að borga 4 sinnum. Árinu 2027 út af rekstrarárinu 2020. Já. Verða ársfjórðungslugur arðgreiðslu greiðandi. Það er bara fyrirsjáanlegt hvernig við borgum arð og hvernig við komum honum til hluthafa. Við höfum ákveðið það, held ég, eitt þeirra fyrirtækjar sem borgar arði að reyna að koma peningu til hluthafa, við kaupum ekki eigin bréf. Fyrir mér er hlutabréf eikar, er bara hliðar sjálf eikar. Hefur lítið í augnablikinu með reksturinn að gera. Eins og veit ég að til langstíma litið er 100% fylgni á milli hagnaðar og hlut og gengis og hlut. Í langan tíma, en í augnablikinu getur þetta sveiflast í allskis áttir og stundum bara verið mjög fínt og stundum mjög slæmt. En í langan tíma er þetta gott. Já, ég fylgni allavega. Já. Við ætlum að halda áfram að vera skráð. Ég ætla að leggja það bara í hendunar á markanum. Það er nóg að fólki vinna á þessu markaði og allir með skoðun. Já. Við vinna á þessu markaði. Ég vona þá bara að skoðunin sé skilvirk, við myndast, hvort að við eigum að vera á 6, 8, 10, 12 eða 4% gildi, sko. Já. Við erum fyrir sjóna arðgreiðslustefnu. Við ætlum ekki að taka þátt í undirkaup. Ég ætla bara ekki að taka þátt í kaup okkar bréf. Þegar við skiltum. Já. Það er bara annar að gera það. Okay. Bara eins og ég treð ekki flugunni upp í laxinu, sko. Bara kasta flugunni á fallega stað, þegar hún komin í vatni var það ekki lengur undir mjög komin. Já, ok. En líka bara svo því sem ég haldi til haga þá er ég auðvitað stuðningsmaður þess að sem flest félag svo skráðu markað, þannig að ég er alls ekki að mæla ekki því. Þú veist, það verður að challenge það, sko. Já. Þú veist, eitthvað fara í felum með það, þú veist, skráningar kaupall á Íslandi frá 2009 til 2019 voru bara til að leysa hluthafavanda. Já. Fyrirtæki sem voru lentu í vandræðum og þeir sem eignuðust félögin óvart voru að reyna að koma einhverju verðmætum í vinnu aftur. Já. Ekki það að mörg af þessum félögum voru frábær fjárfesting fyrir þá sem að tóka þátt í útboðunum. Algjörlega frábær. En þá maður að segja að það var ekki verið að sækja áhættu fyrir. Nei. Inn á markaðinn. Einmitt. Það var verið að selja hlutin sinn, sko. Einmitt. Það var ekki verið að nýta verðbréfamarkaðinn eins og á að nýta. Nei. Hins vegar, fyrirtæki hafa gert hérna eftir 2019 bara með frábærum hætti og líklegast einhver fyrir 2019 bara manið ekki nákvæmlega. Nei. Við ætlum að vera skráð og nýta skráninguna og við vonum bara að dreigið spennandi upp á hattinum. Já. Nú langt við líður. Já. En sko, meina bara aftur og ég er ekki að biðja þig að tjá þig hvort að þér finnst félagið vera vanmetið eða ekki, en það er mitt mat að félagið sé verulega vanmetið. En þú veist hvað, ef að þú reynir að giska eðunar, bara ef að, af hverju eru, hvað er það sem að fjárfestar eru annarkvort ekki að spá í eða eru að horfa framhjá eða missa af, þú veist, stundum að reyna að átta sig á, þú veist, hvert vandamálið er, fyrir utan það að markaðurinn er kannski stundum svona full fókuseraður á eitthvað svona flæðisáhrif og einhver skammtíma pælingar, sko, kannski ekki að alltaf að horfa til langstíma. Er eitthvað sem að þér finnst markaðsaðalar vera miskila varandi ekki? Þú veist,
það segir mér það svo sem enginn sko. Nei. Uh, ég prívat og persónlega ég er nett að kaupa það verðbréfum langa tíma ég er ekki rosalega hrifin að því að verðbréf hækka mikið nei, ég ætla ekki að fabla það sko, þú veist, yfirleitt bara mín samtöl við markaðsaðila uppbyggileg og góð snjallt fólk sem er að passa upp á sparnað landsmanna ég er alveg fullviss að almenningu það allar þau sem ég þekki sem er að passa upp á sparnaðinn bara hæft fólk upp til hópa ég átta mig ekki á því það eru margir fjárfestingarkostir og takmarkaði peningu kannski og það ég veit bara ekki svarið ég held að sé ekkert eitt svar við spurningunni þú veist akkur er meðal PE í Bandaríkjunum 30 og 11 í Evrópu Nei það er bara, ég veit ekki hvernig maður svara svona spurningu Nei og þú veist það má bara horfa á sambærilegt menna þú bara horfir á margfaldara hjá fasteignafélögum á Norðurlöndunum sambúrið við hér sko það er kannski ekki 30-11 en það er mikill munur þannig sko það er það, þú veist og eitthvað er það og einhver er ástæða Já, en svona bara talandi það hvað er hvað getum við gert svona til þess að reyna kannski auka virkni markaðarins þá er ekki að tala okkur tvo heldur bara landið Já Það er að keppa innlánsvexti og þú veist gerðu það í Arion-banka sko við settum sem eru með Arion-banka appi þau sjá að geta síða séregnuna sína viku fyrir viku dag fyrir degi þess að breytast og þáttaka einstaklinga við myndum fara yfir í sænska mótilið þar sem einstaklinga getur bara stjórna sínum séreignarsparnaði sjálf og bara ráðstafað í félög bara samkvæmt samfæringu eða sjóði hjálpa hellingu var þetta skoðanamyndun og markaði ég held að skoðanamyndun og markaði sé einsleitt á Íslandi ég held að það verður að viðurkennast 640 hlutafar í eign það var bara eitt félag Ameríku með 600.000 hlutafar sko fjöldi viðskipta með þessum bréfi eru fá það og stundum bara ekki neitt ég veit að fagna því, þú veist, ef ég verið prestur myndi ég alltaf vilja fá bara sama söfnuðin í messu á hverju sunnudegi ég myndi ekki að fagna því að vera mikið velta með bréfin okkar hvert skipt sem einhver kaupir er einhver að selja sko áttum ekki að þú veist En ef það er einhverju sem eru að minnka við sig og nýjir koma inn þá væri það klárlega jákvætt sko mjög skemmtilegt að sjá eins og í útbyggðu Íslandsbanka þegar við erum að sjá almenning vakna og taka það átt 30.000 kennitölur þannig áhugðið til staðar á almenning það fólk bara taka mér þátt í hámarka frítekjumark fjármagnstekna að minnsta kosti bjargarslu félögum eins og ekki sko ég held að séu nú bara svona að verða nokkuð góðir varandi þetta en kannski bara startu með einhver skilaboð til annarkvort núverandi, fyrirverandi eða verðandi hluthafa ykkar ég bara compound game sko þolinmæðin í eign mun bara borga sig ég er samfærður það sjálfur að þetta er bara góður rekstur yfir langan tíma töpum mjög sjaldan peningum við erum aldrei eins og með svo kallar outsized ávöxtun Nei
við munum eins og bara alltaf skil okkar. Það bara þannig hluthafahópur sem að myndast held ég í kringum Eik, sko. Bara frúgal, gott fólk, sko. Með þolinmóð pening, en vill taka þátt í þessari vegferð, að sjá okkur, þú ert þenninga nóganginn og gefa út löng skuldabréf og fá argreiðslur félaginu. Já. Ja, bara ég fagna öllum hluthöfum og býða alla gamla hluthafa líka velkomna tilbaka. Já. Fyrirgefið það er hafið. Heldur betur. Yfirgefið. Já. Nei, já, sammála. Vonandi fjölgar hluthöfum bara hjá öllum félögum. Já, ég bara þar, þú veist, ég meina, þetta bara frábær fjárfestingarkostur, þú veist, að eiga atvinnuhúsnæði yfir langa tíma. Mér finnst það bara fyrir ekki að grípa fram í, en mér finnst það að vera svolítið lykilatriði í þessu, þú veist, að yfir langan tíma. Mér finnst, kannski, fólk ekki alltaf að hugsa, þú veist, eins og þú sagðir áðan, það er erfitt að keppa innlánsvexti. Jú, innlánsvextir eru háir í dag, þú veist, en þeir munu lækka á einhverjum tímapunkti, þú veist, og hlutabréfafjárfesting og til dæmis Eik, þú veist, hún á að skila betri ávöxtun til langtíma, þú veist, og þetta er langtíma leikur. Þú veist, sem má fólk bara ekki gleyma því, þú veist, að þú tekur yfir langan tíma, þú veist, þú mistir af 5 bestu dögunum, að þá er ávöxtunin dramatist verri, sko. Já. Þú veist, með allt í innlánum, markaðurinn fyrir stað, þá missur af bestu dögunum í upphafi þetta búlrun, sko. Já. Þú veist, en ertu bara það eru 100% viss að vera því að þú tapar kaupmætti af innlánsreikningi, sko. Þú fær fína vexti, sko. Já. Bara ekkert capital gain eins það. En þó í fasteignafélögunum eða tryggingafélögunum eða bönkunum þá ertu allan með, þú veist, einhvers konar verðtryggðan höfuðstól, þú veist, og bara fínar arðgreiðslur, sko. Já. Ja. Það fólk ætti aðeins að vera krítískt, þú veist, á sparnaðinn sinn, kannski er þetta bara gylliboð, segja það, en þú veist, þetta er ekki garantít ávöxtun yfir langa tíma að vera á innláni. Nei, ég held að þess að ég sé minna en að tölur það, ég myndi giska að langstæsti hlutin af þessu síðan okkur bara á fljótandi vöxtum eða mjög stuttum föstum. Nei, þú veist, það er bara þú veist, það þekkist ekki að eignarsamsetning fyrirtækja sé, eða fjárfesta sé bara innlán, sko, í öruggu tíma, sko. Nei. Það gíruð fasteignakaup og innlán. Já. Það er svolítið þannig. Ég held að þetta séu bara góð lokaorð. Þannig að ég bara þakka þér kærlega fyrir komuna. Og bara gangi þér og Eik allt í haginn. Og næsti gestur þáttarins verður Gunnar Gíslason, sem að fyrir hönd Brimgarða Álangasjávar er nú stærsti hluthafi í Eik og við förum aðeins yfir Stjórnarmaður. Við félagi líka, já, stjórnarmaður. Bara takk fyrir.